Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru umtöluðustu konur síðustu viku allavega, Líf Magnúsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Velkomnar. Þakka fyrir, gaman að koma. Þið eru þetta samstarfskonur en nú formlega í samstarfi og til hamingju með frækinn sigur. Takk. Prófkjörinu Líf. Hvað er að frétta? Hvað er að gerast í Vinstrinu? Já, hvað er að frétta, Sanna? Segðu mig fréttir. Já, við höfum alltaf unnið saman lengi. Náttúrulega fyrst í minnihluta. Já, 2018. Mitt og og síðan þegar að Nei, ég var náttúrulega þá í meirihluta. Nei, já. Og svo varst, mitt. 22? 22 í meirihluta. 2020. Já, nei, 22. 22. Ég. Fællir yfir. Nei. Já, þetta er allt svona svolítið óljóst þarna. 2020 og fram til núna, þetta svona grautast einhvern veginn. Við náttúrulega, það voru umskipti auðvitað á þessu kjörtímabili þar sem að við byrjuðum í minnihluta. Ég meina, við Vinstri græn sögðum þegar úrslit lágu fyrir að þessi meirihluti héldi ekki og við myndum þá axla þá ábyrgð og ekki starfa í þá meirihluta að sinni. Ég nefndi það líka í einhverju viðtali þegar allt færi skrúna, þá kæmi VG til bjargar eins og alltaf. Og þá vorum við bara saman þarna á hliðarlínunni. Þú reyndi nú að pota þér inn í þannan meirihluta. Ég var hringjandi út allt Já. og bara herði ekki að hittast og ég alveg til í að vera í meirihluta. Að sjálfsög. Þar gerast hlutirnir. En svo náttúrulega fór sem fór og við náðum þá að mynda þennan 5 kettlinga meirihluta. Og hefur gengið Já, kettlinga er náttúrulega bara orðið yfir svala konu. Já. Já. Og þeir það er svona ýmislegt sem hefur verið umræðinu, svona samfylkingin sér nú kannski ekki alveg fyrir sér að fara alveg til vinstri, samkvæmt allavega þessu nýjasta útspili þeirra og gagvart Rósinni sem er eitt af stofnfélögum í flokknum og það er svona, maður sér svona, það eru svona sviftingar, segir maður það ekki, á vinstri væng. Guðmundur Ingi Þóroddsson hefur nú svona verið nefndur í svona samhengi við vinstrið. Getið eitthvað sagt mér hvort að Rósin ætli að vera með vorinu? Já, það er bara svolítið fallegt. Núna er forval Vinstri grænna frá og þá liggur fyrir hverjir skipa þá 2. og 3. sæti og svo 7. sætið. Og það sem ég held að við þurfum að gera og bara fara að bretta upp ermar, það er að við þurfum að hittast. Þið eigi eftir að klára nefnilega ykkar uppstillingu. Og þar eru þið auðvitað með 1. sætið og þá 4. og 5. og svo 7. Passar. En þá ætluðum við að hafa eitthvað óháðan í 7. sæti. Var það ekki eitthvað Þetta er í rauninni að það sé einhver frá vorinu og þetta sé síðan hefðbundin fléttulisti en auðvitað erum við bara að tefla fram bara stigur stranglega með lista svo maður noti þau skemmtilegu orð því við erum auðvitað bara líta yfir þann hóp sem hefur gefið kost á sér og svona fólk í samfélaginu sem er tilbúið að standa með þessum skilabúðum og við þurfum að vera til vinstri, leggja áherslu á félagshyggjuna og vinna þannig að við séum að hlusta á það sem að borgarbúar að segja okkur og við séum að skoða allt út frá svona félagslegri svona vinstri áherslum, svona hvað er best fyrir heildina og já, þannig ég held að þetta verður bara mjög spennandi og vinstri sé að fá, hvað segir maður, byr í seglin, er það ekki rétt að orða tiltæki þegar við tölum saman og sýnum fram á það að við getum unnið saman einblínt á það sem skiptir máli í staðan fyrir að vera að hólfa okkur niður í ólíka hópa. Þá erum við bara fókusuð á það að ná árangri og vera einn stór hópur og hægt að vera. Samheldin og skemmtileg. Þú myndist á forvalið ríki sátt VG með niðurstöðunar? Já, það gerir það og auðvitað eru einhverjir í einhverju liði og ósátti við að sitt fólk fékk ekki góða kosningu eða hvernig sem það var. Allavega ekki sæti á þessum lista. En það eru auðvitað ekkert útilokað að því að við þurfum að stilla auðvitað upp 46 sætum. Þannig að það er ekkert útilokað að það fólk geti tekið sæti á lista þó það sé auðvitað neðarlega.
En við höfum bara eftir að fara yfir þetta. Við þurfum að hittast núna, hópurinn, stilla saman strengi, ytta kosningaáhersluna, hvað ætlum við að fara út með, hvað ætlum við að tala við fólk hvað ætlum við að setja á þetta hlaðborð í þessari lýðræðisveislu. Þannig að það mun skýrast bara held í nokkuð fljótt, vona ég. Já. En svona í efstu málabaugi, það eru leikskólamálin, samgöngumálin, þetta er svona mengunin í borginni, þetta er svona helsta sem að fólk hefur verið að kvarta undan allavega í vetur og líka ábyggilega síðasta vetur. Er þetta eitthvað sem að þið ætla að setja framalega? Að sjálfsögðu, sko, ég held bara að þeim leiðum maður byrjar, hvað ætlar að vera með þínar áherslur? Og svo byrjar einmitt þessi upptalning. Það er bara, og það er allt undir og allt helst einhvern veginn í hendur. Þannig að hvernig við formgerum okkar kosningaáherslur, það er þetta, ég hef hugmyndir það og Sanna eflaust líka, að við þurfum að koma saman og segja, þetta eru okkar hugmyndir, vinstrinsins, hvernig við nálgumst þessi viðfangsefni sem að hafa vakið mikinn pirring, til dæmis eins og fólkið, hvað ætlar að gera fyrir fólki sem er fast í Ártúnsbrekkunni, sem dæmi, ég segi svona, en bara öllu gamli sleftu, að þá er þetta, við erum samfélag sem er að stækka, það fylgja því vaxtarverkir og ég vil ekki ástunda þá pólitík þar sem að ég tala bara er alltaf sammála þeim sem að ég tala við vegna þess að við höfum auðvitað líka hugmyndir og stefnu sem við þurfum að framfylgja. Þannig að þetta er alltaf eitthvað svona kannski meira úrlausnarefni, hvernig nálgastu viðfangsefnin, við þurfum ekkert endilega að vera sammála hvernig við gerum þetta. Það er náttúrulega pólitík, hægri vinstri pólitík eða hvað sem er. Þannig að mér hefur fundist hægri flokkarnir tala of mikið inn í þennan pirring og eiginlega gert allt til þess að auka. Og svo náttúrulega segir er vandamál. Við hægri menn, við sjáum þetta svona fyrir okkur og við getum leyst þitt vandamál. Alveg sama hvað það er. En við þurfum líka bara að vita að það er ekki þannig. Eins og til dæmis bara ef við tökum umferðar öngþvetið. Það er bara vegna þess að bílum fjölgar og fleiri keyra. Og hvernig og margir segja, við getum þá bara búið til fleiri stoppvegi eða, fleiri vegi. Þeir eru auðvitað plássfrekir. Þeir taka líka tíma. Af því að það segja allir að borgarlínan taki svo langan tíma. Borgarlínan á eftir að koma áður en nýr vegur verður lagður. Þannig að við þurfum líka einhvern veginn að geta talað hvað er raunhæft að gera. En ekki bara, hér er bara brella og við leysum þinn vanda bara strax. En mér hægri tala dálítið þannig. En við þurfum auðvitað að vera með raunhæfa lausnir, við þurfum að vera jarðbundin þegar við tölum hlutina og segja bara fólki satt líka. En það má gera betur, vissulega. Já, það má alltaf bæta sig. Sósíalistaflokkurinn er af ástæðum sem að hafa verið taldar upp hér mörg oft ekki með í þessu voru til vinstri en gáfu út stefnumál núna daginn þar sem þið töluðu húsnæðisuppbyggingu, óhagnaðardrifið, fasteignafélag og fleira. Er þetta eitthvað svona sem að hugnast ykkur eða Eins og við höfum verið að tala í húsnæðismálum að það er mjög mikilvægt að hið opinbera sveitarfélög að Reykjavíkurborg stígi inn í og sé meira að líta til sambærilegra reynslu og í öðrum sveitarfélögum og það er greiða mikið þekking sem hefur myndast eins og til dæmis í Vínaborg þar sem að sveitarfélagi sjálft kemur að uppbyggingu og það er auðvitað eitthvað sem að við viljum halda áfram með og höfum sett þetta í farveg og spurðum í rauninni bara má borgin byggja sjálf? Er einhverjar svona lagalegar hindranir fyrir því? Og svo er ekki, en svo þetta við inn í einhverju svona umhverfi þar sem að það spila síðan alls konar inn í eins og samkeppnissjónarmið ef við erum farin að byggja kannski heilu blokkina og selja einhverjar íbúðir almennumarkaði til að fjármagna þá frekar uppbyggingu félagslegra íbúða sem yrði þá eftir í þessum nýbyggingum að þá eru þetta ýmis álitamál sem þarf einhvern veginn að útfæra vel svo að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins mæti ekki og vilja ekki saman þau. Nákvæmlega. En þetta eru svona skýra línur, myndi ég segja, sem teiknast upp núna í vor. Viljum við fara þá leið að við erum samfélag og við byggjum fyrir fólki sem býr hér og okkur finnst eðlilegt að
gera það eða viljum við hægri leiðina sem einhvern veginn skammast í sveitafélaginu fyrir að vera að gera þetta lögbundna hlutverk sem hún á að vera að gera og það er bara mjög sorglegt að sjá þegar það er verið að tala sko að það sé einhvern veginn óeðlilegur stuðningur til óhagnaðardrifinna leigufélaga eða óeðlilegur stuðningur til félagslegar uppbyggingar að vera sko hugsa í lausnum þannig að sé að þetta veita fólki húsaskjól. Þannig að þetta eru þetta bara ekki, þú veist, við viljum þetta bara borgin skoði leiðir til þess að byggja sjálf og það er bara fullkomlega eðlilegt og þetta vinna með verkalýðshreyfingunni eins og hefur verið gert og það er þetta bjarg og við sjáum til dæmis að þau eru að koma með svona skemmtilegar kannski nýjungar eða mætti kalla það sem svo bara í litavali og þannig að svona alls konar athyglisvert í þessu sem að við viljum þetta bara halda áfram með og jafnvel ganga lengri í þeim efnum en borgin hefur hingað til. Það er auðvitað grunn hlutverk borgarinnar og allra sveitafélaga og bara með fyrstu verkefnum alveg frá því að byggð hófst og það var eitthvað stjórnsýsla og eitthvað svona. Það var fátækara eyrir eða þess að framfærsla til þeirra sem áttu ekkert og síðan að útvega fólki öruggt húsnæði. Þetta er eitt af þessum grunn hlutverkum sem við þurfum að sinna af mikillega alúð. Svona borgarlaun, ég hef alltaf verið reyndar mjög hrifinar hugmyndur borgarlaun. Ég held að það myndi vera samfélaginu öll til mikillega bóta ef við myndum bara greiða fólki ákveðna uppæð á mánuði til þess að lifa af og þá þyrfti það að vinna aðeins minna og nota leikskólana aðeins minna og keyra aðeins minna og allt þetta. Þannig að er það eitthvað sem þið sjáum fyrir ykkur? Ég verð að segja, ég er ekki alveg viss af því ég spyr mig sko af hverju er húsnæði svona dýrt? Ef ekki frekar að gera húsnæði ódýrara og ég meina við tölum aldrei gjaldfrjálst húsnæði en þú veist, ef við frekar að vera að skoða það var rosa fínt. Af hverju er ekki frekar að tala gjaldfrjálst húsnæði? Nei, ég segi svona, það er kannski sín svona langtíma sínin en af því að allt er orðið svo dýrt og þá þarf einhvern veginn að hjálpa fólki að ná að greiða fyrir hlutina sem eru svo dýrir ef ekki frekar bara lækka verðið á þessum hlutum sem við þurfum að hafa í líf okkar sem eru matur og húsnæði svona algjör grunnur. En að þú nefndir líka Vínarborg og ég vil kalla þetta þetta er svona samfélagslegt húsnæði. Þetta er svona samfélagsleg uppbygging. Af því að þú veist, við erum náttúrulega bara með félagsbústaði og það hefur svona, mjög klára skírskotun í okkar huga þegar við segjum það. En samfélagsleg uppbygging er að allir geta komist í þetta húsnæði og það er bara eitthvað krítur hvernig þú greiðir leiguna. Og það er bara í hlutfalli við eitthvað laun sem að þú þiggur. Og það gera þau í Vín meðal annars. Og þá er mjög vel hugað að einmitt svona, af því að þetta er alveg nokkuð þétt húsnæði, við myndum auðvitað ekki vera með álíka magn bara öðruvísi, við myndum þurfa að aðlaga þetta okkar samfélagi. En þá eru þau með svona félagsleg rými sem þú getur leigt út eða fengið ókipis. Það eru sundlaugar til dæmis á þökum einhverja íbúa, húsa í Vínarborg. Þannig að það sko, er verið að huga að þessu sem að býr til samfélag og bara rjúfa einangrun og það er stutt að sækja þjónustu og þetta er allir svona, þetta er rosalega falleg hugsun sko og þar borgar og þar getur bara, segjum svo að þú ert að skilja og það er bara, þarf að fara úr íbúðina þá kemistu þarna einn tímabundi jafnvel, að þetta sé þá fyrir alla á einhverjum stað í sínu lífi. Sumir ílengjast þarna og búa áratugi. En það má líka, og svo eru líka einhver, sko, það þarf að skilgreina það mjög vel. Sumir geta síðan eignast sitt húsnæði. En það er eitthvað, sko, við erum bara byrjaðar á þessari vinnu að skoða þetta, draga allt fram. Það er náttúrulega ekki bara Vínarborg, ég meina Helsingi á næstu 70% af öllu leiguhúsnæði í Helsingi er í eigu borgarinnar, yfirvalda. Og það er sama fyrirkomulag, þannig að þú átt og einmitt Marit sem er Vinstri græn og vinkona mín, hún talar allt um það þegar hún flutti til Reykjavíkur fyrir 20 árum síðan að það var bara, þar ég sjálf einhvern veginn að leita mér að leiguíbúð, eru yfirvöld ekki með skrá yfir þetta, af því að það er í Helsingi. Þannig að þetta er svona, ég held, það tekur tíma að fá fólk með og svona grípa þessa hugmynd og
þykir hún fín, við þurfum að vinna í því og svo tekur þetta langa tíma að gerbreyta þessum húsnæðismarkaði en það mikil þörf á því. Það þetta mikið af nýbyggingum sem að standa hálfpartinn tómar auðar, þú veist, allavega margar íbúður í hverri einingu. Kæmi til greina af ykkar hálfu að kannski bara kaupa upp svona blokkir af þessum verktökum sem að eru svona, hafa oft verið svona sakaður að hanga svo litið á þeim til þess að keyra upp verð frekar eða halda því svona stöðu. Þetta gæti verið innspýting þetta bara í bara keðjuna í rauninni, það myndi allt fara af stað kannski. Sjáu þið fyrir ykkur eitthvað svoleiðis, var hægt að kaupa upp hérna tilbúið hús og koma af stað eitthvað svona verkefni, ég meina að svo greiði fólk bara leigu og... Já, neitt. Nú ætla ég að lefa Sönn að svara, ég er alveg með svar við þessari spurningu. Sko, mér finnst þetta að við erum að hugsa í lausnum og það eitthvað sem að ég væri alveg til í að gera og mann eftir einhverju tillögu sem ég var með í borgarstjórn sem að fyrir einhverjum árum sem Sjálfstæðisflokknum leikst ekki vel á sem var sem sagt að kaupa upp minni með íbúðirnar á Tryggvagötu sem seldust ekki og þær voru með háan verð með að sko og þá mitt var talað bara hvað var að eignarnám og sósíalistar alveg búin að missa vitið og eitthvað svona sko þannig að mér finnst auðvitað ef við erum með húsnæði og svo erum við fólk sem á ekki húsnæði þá finnst mér mega mest sens að við komum fólkinu í húsnæði sem til staðar. Í staðar fyrir að einhverju auðmenn sitji bara á þeim. Já, það sé tómt. En það auðvitað kannski meira, þú veist, ríki sem þyrfti þá komin í einhverja vinnu með borginni varðandi bara hvernig vera að skattleggja svona íbúðir eða búið til hvata þannig að fólk sitji ekki á eignum. Þannig það kannski meira það heildarsamhengi sem þyrfti aðeins að skoða, sko. En svo þetta bara húsnæðisstefnan, ég meina hvernig íbúður byggjum við og það eitthvað sem að við þurfum að passa að sé raunverulega vera að byggja fyrir fólki sem að þarf á því að halda en bara í þessari umræðu líka, mér er svo mikilvægt einhvern veginn sko, við í vinstrinu erum ekkert að segja sko að allir verða að leigja, við erum ekkert að reyna að koma allir bara í einhverja leiguíbúður og séum á móti því að fólk eigi sitt húsnæði, ég meina það er líka bara fullkomlega eðlilegt og vilt gera það, þú veist, þetta snýst bara að tryggja öllum eitt heimili, að við eigum öll öruggt heimili og með öruggu heimili þá er maður líka að tala bara, þú veist, það fullt af fólki sem nýbúið að kaupa sér íbúð og taka lán og það bara strögglað því að það að kaupa sína fyrstu íbúð og það bara rosa hark. Við þurfum bara valkosti og nú hljóma ég svo hægri maður, við þurfum valkosti en það alveg þannig, við þurfum valkosti, við erum með skakkanmarkað nú þegar, við þurfum einhvern veginn að jafna þetta út, við þurfum að fjölga tækifærum fólks til þess líka að leigja og það eiginlega, þetta hefur verið svo eignadrifin markaður, við þurfum að breyta þessu, við erum ekki að tala gegn því að fólk sem á pening og fyrir útborgun í íbúð og á sína íbúð eigi að fara á leigumarkaðan bara alls ekki, en við þurfum að hafa sko fjölbreytta kosti í húsnæðismálum og ég vil þá líka nefna sko að byggja litlar íbúðir og að við séum að þá útvega lóðir til lítilla og meðalstóra verktaka sem að þá taka þetta verkefni að sér að við séum að reyna að stýra þessu hvað vantar, við höfum yfirsýn vegna þess að þú nefndir með auðmanna íbúðir sem að standa tómar og einhverja, veist, ég er ekki að, sko við þurfum að hafa mjög góðar ástæður til þess að fara í slík uppkaup. Ég vil þá frekar skoða að við séum með beinum hægt að koma inn á markaðin Reykjavíkurborg til þess að búa til þetta samfélagslega húsnæði sem ég var að tala áðan. Þannig að sko hvað ætlum við að gera fyrir með þessa auðmanna íbúð? Nú hefur líka bara stefna verið svo hjá borginni og meðan við höfum tekið við erum strangt að tekið að losa okkur við kannski húsnæði sem í eigu borgarinnar sem að borgin sko, það sem að borgin er í rauninni bara leigusali til þriðja aðila og þarf ekki að nota þetta húsnæði. Þannig að við erum að selja frá okkur líka eitthvað því að það er líka dýrt fyrir borgina að setja á húsnæði sem að hún er ekki að nýta fyrir einhverja grunnþjónustu eða starfsemi. Þannig að við þurfum alltaf að vera, þú veist, við þurfum líka að vera klóki í þessum peningamálum sko, í hvað fer útsvar borgarbúa í hvað fer það og hvernig við nýtum það. Ég hef verið á tímapunkti
í mínu lífi þar sem að ég var bara, ég fann mér enga íbúð, ég var í rauninni bara heimilislaus og það kom alveg fyrir að ég var bara eitthvað starf, herðu, hvar á ég að vera í nótt? Þá var ég búin að koma að stelpunum minni fyrir bara hjá foreldrum mínum, það var lítið pláss þar, en ég var svona gist á sófum hjá vinum, var einhvern veginn alltaf bara svona að lifa dag frá degi og ég man að hafa labbað svona í gegnum miðbæinn og hort á sko öll tómuhúsin og allt þetta pláss einhvern veginn og hugsa með mér bara sko ef ég gæti nú bara komist þarna inn og halla höfði og ég held að fólk sem hefur upplifað kannski svona raunverulegt langvarandi heimilisleysi það hugsi einmitt þetta, ég mynda mér það eða bara tómu bílan á bílastæðunum þess vegna sko, að komast inn í skjól og að því að þið voru að nefna ríkið ánáttúrulega ofboðslega mikið af eignum í borginni sem stendur aukt og hefur gert í mörg ár og ég get nefnt bara Þorfinsgötu, Eggertsgötu, horni gamla fæðingarheimilið. Það er búið að standa aukt í 10 ár af því að það kom upp mygla á efrihæðinni. Í stað fyrir að gera við mygluna, byggja upp íbúðir af því að það eru íbúðir í götunni, ég veit að því að foreldrar mínu byggu þar, þá einhvern veginn stendur þetta bara aukt, þetta grotna niður, það er bara búið að negla svona planka fyrir allt og þetta nýtist engum. Þetta er alveg glatað og ég bara, þarna hefðu til dæmis Reykjavíkur bústaðir verið frábæra fyrir þig. Akkurat, að koma inn og jafnvel kannski ekki með að því að leigumarkaðin hann er dýr, það er dýrt að leigja og við þurfum einhvern veginn að koma inn í þetta með mjög markvissum hætti og við þurfum að finna einhvern veginn bestu leiðina til þess að skapa þetta jafnvægi og að því hún nefndir þessar ríkiseignir, það er líka alveg dapulegt að einhver tíman á kjörtímabilinu 2018 þá var sóttvarnarhúsið í Þingholtsstræti selt Reykjavíkurborg seldi það og með þá þeirri kröfu að það yrði gert að 8 íbúðum eða eitthvað svoleiðis. Það er til dæmis, það er ekkert að gerast í því og þá segi ég líka, við þurfum líka þá að sko vera miklu strangari við að segja, heyrðu það er ekkert að gerast hérna, við ætlum að taka þetta tilbaka. Þá tökum við komum þessu til leiðar og það finnst mér líka vera verkefni næsta kjörtímabils. Það er að fara að staða rosalega stór kapall varðandi einmitt ríkiseignir eins og það nefnir. Er ekki hægt að setja sektir og tómt hús með því? Þú veist, ríkið bara. Ríkið þarf ekki bara að gera það. Nei, ég meina, getur borgin ekki sektað ríkið fyrir að hafa allt þetta tóma hús á borgarlandinu? Góð hugmynd, þetta er ákveðin tekjuöflun fyrir borgina. Já, hugmynd. Það er fullt af peningum. Ég meina, mér minnir að Dagur B hafi talað 70 og eitthvað 1000 fermetra. Þetta er náttúrulega galið, sko. Þetta er ótrúlegt. Og við verðum einhvern veginn að koma að þessu húsnæði, fyllaða lífi og virkni og notkun og það situr ekki á okkur í borginni. Ég veit að það hefur verið eitthvað samtal eins og alltaf bara, en hvar það er statt veit ég ekki. En þetta væri skemmtilegu kapall. Ég minna Tollhúsið. Já, einmitt. Sem dæmi, æðislegt hús, fyllaða lífi, gera eitthvað, já. Við erum að borga mjög háa leigu fyrir öll sviðin okkar í Borgartúni þú veist bara svo ég nefni það við getum fært alla þjónustuna, ég meina við erum með 3. stærsta bílakjallara Norðurlandana undir Hörpu þannig að það er þá næg bílastæði stutt að fara við þurfum að vera dálítið svona frjóar og frumlegar sko. Og þetta verður skemmtilegt verkefni, finnst mér á næsta kjörtímabili. Já, 100%. Og íbúðir eiga náttúrulega að vera til þess að búa í og þetta er kannski bara stærri spurning einmitt hvernig má það vera að það séu íbúðir sem að standa auðar á meðan að það eru fjölskyldur sem að þurfa heimili og vilja búa til heimili. Þannig að þetta er kannski líka bara hvernig er litið á húsnæði í þessu samfélagi að það sé einhvern veginn góð leið til að ávaxta sitt fé ef að maður er manneskja sem á mikinn pening sko. Það er þetta að hækka fastegna skatta. En mér finnst líka mikilvægt að taka fram að maður er ekki að tala við erum með þá í botni. Já, þú veist, maður er ekki að tala sko bara fjölskyldufólk sem einhvern veginn næra eignast íbúð og er síðan kannski að stækka við sig eða kaupa fyrir börnin og eða einmitt fólk sem að lendir einhvern veginn svona á milli einmitt svo í mínu tilfelli, ég var að skilja fann ekki leiguíbúð, var í algjöru vesinni. Ungt fólk sem vill gjarnan kannski komast úr
heima á húsi og í sitt eigið eða eitthvað akkurat. sem á þá ekkert, þú veist, enga peninga til þess að leggja út í hérna fyrstu kaup. Þannig að þetta eru svona... Helst að mæður oft. Já, einmitt. Sko, þetta er svo fjölmargt sem að við þurfum að huga að. Ég vil nefna líka að sko, suma lóðir eru ekki lóðir Reykjavíkurborgar. Það er bara einhver eigandi að þeim. Og viðkomandi, þú veist, ekkert endilega þú veist, eitthvað fjársterkur eða eitthvað, en við komum að sækja þau að byggja á þessari lóð og hún er frjálst að gera það. Við höfum hins vegar, og það eru margir sem að pirra sig á því, svoköldu samningsmarkmið Reykjavíkurborgar. Þannig að þegar við erum að útvega lóðir eða við erum að tala við mjög svona stórtæka uppbyggingaraðila sem er að byggja sko, mikla massa, að þá höfum við sagt, sko, hérna eru samningsmarkmið, þetta þarf að vera leiguhúsnæði, 20% leiguhúsnæði, hérna við hækkuðum nú daginn í 7% forkaupsréttur fyrir félagsbústaði til þess að kaupa. Var það ekki ennþá í skoðun? Jú, við erum að skoða 7%, það er 5% núna og hérna, já, og svo getur við komið til selt út íbúðina sínar. Þetta hefur alveg virkað. En þetta hefur líka skapað mikið óþól hinum megin. En þarna er strangt að tekja Reykjavíkurborg að beita sér til þess að reyna að búa til jafnvægi á þessu markaði og fjölga félagslegu húsnæði sem er náttúrulega, já, grunn hlutverk okkar. Ég verði að spyrja ykkur aðeins út í Reykjavíkurmódelið af því að nú er það, hefur það verið svona tilefni deilna á milli verkalýðsforingja og hérna og almennings einhvern veginn og það er það var allavega svona virtist ekki ríkja mikið sátt það ég var reyndar ekki heyrt neitt minnast á það í þessari viku sem en hérna er það eitthvað sem að þið ætlið að halda áfram bara með? Ég líka bara að segja, sko, þetta tók miklum breytingum af því að það fór emmitt fyrst út ákveðin hugmynd, ákveðna tillögur sem fóru út í samráðsferli og það komu sko næstu í 200 athugasemdir og ég veit bara að hópurinn tók sér virkilega tíma til þess að fara yfir þær athugasemdir og mér er mjög gott að heyra það að það sé ekki bara eitthvað að herðu við ætlum að opna samráðsgátt og svo ætlum við bara ekkert að gera við það eða þú veist þannig mér er gott að vita að það hafi hérna verið gefin tími í að fara yfir þetta eða þú veist ég veit til þess að hópurinn gerði það sem að lífið mitt fór. Já, að þú spyrir ætlum við að halda áfram með það. Verkefnið er auðvitað að létta álagið á öll þreyttu starfsfólki leikskólana sem að auðvitað og birtingamynd þess er að það þarf að senda börn heim með bara litlum fyrirvara. Það er álag á foreldra, þannig að við erum líka að reyna að létta það álag á foreldra, að þeir geti gengið að því sem vísu að barnið er að sækja í leikskóla og sé í leikskóla. Þannig að við skulum ekki missa sjónar af því af hverju við erum að bregðast við og förum í þessa björgunar aðgerðir. Mér finnst þetta það sem að týndi svo litið í þessari umræðu og mér þótti svo hérna svona impressíft verandi einsta móður. Ég var einsta móður með litla stúlku hérna fyrir reyndar allt á mörgum árum síðan. Hérna að sko að ætla að fella niður leikskólagjöld í 7 klukkustundir á dag. Það er ótrúlegt. Já. Það er bara mjög vel gert. Já, og það er þetta enn frekar stigið skref í átt að endurgjaldslu sem leikskóla sem hefur verið stefnumál okkar vinstrimanna og vinstri grænna og það þarf meira til. Við þurfum að segja leikskólinn er fyrsta menntaskeið, hérna stigið. Öll sveitafélög eiga að taka börn inn þú veist, í leikskóla þarna og við eigum að lengja fæðingaróloðið og svo getum við verið með eitthvað svona millistig sem að grípur það. En sko það tekur líka tíma. Róló? Já, ég hataði róló þegar ég var krakki, mér var alltaf svo kallt og mér var alltaf virkning. 50 kall í lóunum, þess að borga fyrir róló og svona 11. Bara, já, those were the days. En ég ætlaði bara að segja, sko, hérna, halda áfram, við þurfum að halda áfram. Við þurfum að taka út hvort þetta virki. Við þurfum að spyrja foreldra barna hvernig líður ykkur með þetta og svo þurfum við bara að sníða af þá vankanta. Og það höfum við innbyggt í tillögurnar sem að fóru út og eru núna í innleiðingu og svo þurfum við bara að gera meira. Við þurfum að gera meira fyrir leikskólan og
og leikskólabörn og foreldra þeirra. En grunnskólarnir? Og líka bara fagstjættina og hérna hvernig við hlúum að því að fá frábæra kennara og allir séu glaðir, af því að glaðir leikskólakennarar og starfsfólki í leikskólum, það gefur okkur glöð börn og glaða foreldra. Þetta bara svona einfalt, sko. Akkurat. Og það skólarnir, grunnskólarnir, þeir tala líka hérna vanda, að alls konar vandi er miklu vandamál og það hérna, og það hefur nú verið tekið á því svona þegar það kemur upp. Hagaskólabörnin voru hérna í úti gámahúsunum hérna alveg í lengri tíma og korpulstöðum en svo eru hérna alltaf verið að tala líka, þennan málvanda, það er auðvitað, við erum stækkandi samfélag, kennarar eru svolítið svona klóra sér í hausnum yfir því hvernig eigum við að kenna samkvæmt námskrá þegar að við erum með börn sem kannski tala 10 tungumál og þetta allt saman. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að finna út úr þessu? Nú veit ég fyrir víst að innflytjendur á Íslandi hafa svona safnað sér saman í smá grúppu og ég veit að það eru alls konar tillögur og hugmyndir þar. Stendur til dæmis eitthvað til að tala við innflytjendur? Mér finnst það mjög mikilvægt og einmitt Facebook-hópurinn Immigrant Politics in Iceland þegar að vera skipuleggja sig þar og mjög gott að sjá það og bara gott að geta fengið að fylgjast með, af því ég held að sé einmitt mjög mikilvægt að við tölum auðvitað, borgarstjórn og það sem borgarstjórn er að gera þarf auðvitað að endurspegla samfélagið í heild sinni og það er auðvitað bara þannig að við erum fjölbreytt og 20% Reykvíkinga eru innflytjendur. Þannig að auðvitað að þegar við tölum grunnskóla, þetta er náttúrulega skólarnir og byggingarnar sjálfar. Það þarf að huga viðhaldi og þannig að það sé gott að vera í skólanum, hvað var það eins og loftgæði og slíkt, en svo er þetta líka svo margt inn í sjálfum skólanum. Það eru námsgögn, það eru PISA-kannanir, það eru bara kennarar og skólaliðar og maturinn í hádeginu og hvort að hann sé gjaldfrjáls eða ekki. Það er svo rosalega margt sem að grunnskólinn er. Þetta er líka starfstaður, þannig að það er rosa margt einhvern veginn sem að við þurfum að ræða þegar við erum að ræða málefni grunnskólana. En ég held að sé bara mjög mikilvægt að við förum núna út og höldum áfram að tala við fólki í samfélaginu og spyrja dálítið bara hvað finnst ykkur mikilvægt að vera gert og hvernig eigi að gera og vera bara í svona reglulegu samtali en ekki endilega herðir þið til að senda okkur punkta varðandi þetta, heldur bara hvað finnst ykkur, því oft þegar maður spyr þá fær maður svör við einhverju sem maður vissi ekki eins og maður ætti að vera að spyrja úti. Þannig ég held að það sé bara mjög mikilvægt og við náttúrulega höfum verið í alls konar svona samtölum að tala við fólk og við þurfum bara að halda því áfram og líka út frá hverfum borgarinnar, myndi ég segja, að það sé mjög mikilvægt að því það eru þetta bara mismunandi eftir hverfum, hver hverf er að leggja mestu áherslu á hverjum tíma fyrir sig. Akkurat. Ég held að stærsta viðfangsefnið sem að snýr að grunnskólanum í dag sé fjölbreytileiki sem við þurfum einhvern veginn að lyfta upp og taka vel á móti. Akkurat. Og það er, það er til dæmis að auka íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna sem að hafa ekki íslensku sem móðurmál. Og svo er það líka bara þessi fjölþætti vandi sem að kennarar þurfa að takast á við á hverjum degi og það er bara það er líka risastórt að gefa sér tíma í kennsluna og geta af því að við erum bara alls konar og börn eru alls konar og það þarf að mæta öllum það sem þeir eru og þá vil ég líka, við þurfum að fara að undirbúa uppbyggingu sérskóla það er líka nú ætlum við að gera það með samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en við hefðum náttúrulega átt að vera að byrja á því fyrir löngu að mínu mati og við erum að verða flóknara samfélag líka og þá stundum þurfa þeir sem eru einmitt á gólfinu, þeir þurfa bara önnur tæki til þess að starfa í því. Ég held að við þurfum að valdefla okkar frábæra starfsfólk í grunnskólum og svo náttúrulega eins og þú nefnir varðandi
bara hljóðvist eða þú veist, að það sé loftað út og þú veist að við séum ekki alltaf að fá hérna enn einn mikla skólan og þú veist, það er mikið rask. Já. Við erum með það til dæmis í þessum tillögum í Reykjavíkurleiðinni. Það voru að koma húsverðir sem að fara á milli og... Já, það var alltaf húsverðir. Já, en ekki... Í gamla daga þegar ég var í grunnskóla. Jú, einmitt. Og það bara kemur sér mjög vel. Sumir grunnskólar eru með húsverði, aðrir ekki, leysist þetta öðruvísi. En það er bara þegar húnni fer af, þá nennir ekki að bíða í 2 vikur eftir að kennslustofaðin virki og komist inn í hana. Og vilt bara... Akkurat, þú bara sé bara ykkur innan hús. Þannig að bara, ég held að við þurfum líka að, sko, ef að við fáum góða kosningu í vor, að þá erum við með alls konar lýðræðispælingar. Að bara fara og segja, þið viti best líka. Og hvernig getum við síðan hérna meina, þegar við þurfum að huga öllu að, þú veist, að það sé hagkvæmt hvernig við gerum hlutina, að við sem ekki að brúðum lifa hverfunum að svona takast að vera með hverfisráð á eða eitthvað Já, við þurfum náttúrulega að endurvekja þau í einhverju mynd og ég sé fyrir mér að við séum með svona hverfisráð sem að hafa raunverulega aðkomu. Ekki bara, þú veist, erum við nú búin að ákveða hérna kynning. Skilur, þau hafa raunverulega aðkomu, geta bent á hluti að fyrir aftur til ráðsins og að það mega alveg vera stjórnmálamenn í þessum ráðum en bara fáir og allt eitt slempivalið. Það er svona mín, pæling. Ég er mjög sammála. Mjög góð pæling. Það er, eitt sem að, hérna kannski að lokum, ég veit að þið þurfið að fara að koma ykkur í vinnuna. Þið, hérna, hún hættir ekkert þó að þið séu að byrja í kosningabaráttu. Það er þetta útvistunar atriði. Ég meina að það var hérna fyrir nokkrum árum var farið í eitthvað svona gríðarlega útvistun á öllum svona hvað ég var að segja, svona kjarnaverkefnum borgarinnar eins og snjómokstri og hérna ljósaperuskiptum og einhverju, bara öllu í rauninni og nú er það svo að það er ekki lengur til snjóruðningsbíll í eigu borgarinnar og er þetta eitthvað svona, fólk hefur kvarta sáran síðan og það held ég að sé ekkert leyndamála, þetta greinilega bara virkar ekkert. Sjáu þið fyrir ykkur að endurvekja hverfistöðar eða eitthvað svona rekstur í eigu borgarinnar sem að sér þá bara að ryðja stofnleiðir og sinna svona, þessum litlu verkefnum sem eru samt svo stór? Ég myndi fyrst vilja nefna með ræstingar því við höfum mikið verið að pæla í því núna á þessu ári sem við höfum núna verið samstarfsflokkarnir og höfum verið að fá kynningar frá vörður rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins sem að segja okkur bara svart á hvítu hversu slæm kjör ræstingastarfsfólks eru. Efling hefur líka komið til okkar og þannig að þetta dregið fram í rauninni þessi saga sem hefur átt sér stað bara hjá hinu opinbera sem einmitt að útvista störfum og það þýðir að þú færði eitthvað utanaðkomandi fyrirtæki til þess að útvega starfsfólk og það er kannski 1 milljón á milli margra staða og það er svona dálítið verið að keyra launakjörin niður og starfsaðstæður verri en ef þú væri bara fast ráðinn til sveitafélagsins sem þú þrífur hjá. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að skoða og þú veist, ég myndi segja að það sé mjög mikilvægt einmitt varðandi svona eins og þrif að það sé einhver sem að það er líka ákveð starfsöryggi sem felst í þessu og fyrir borgarbúa að geta unnið bara hjá borginni við að sinna götusópun eða rusla að tína upp rusl eða svona eins og í öðrum borgum. Við nefnilega höfum ekki útvistað. Þið hefum ekki útvistað. Við Reykjavíkurborg og held ég ytri Rangá fyrir sunnan. Það eru 2 sveitafélög á landinu sem hafa ekki útvistað úrgangshirðunni. 2 sem alveg bara Þannig var ítalska mafían Cosa Nostra til. En hún er ekki Reykjavík. Hún var til og í svona útvistun þar sem allt fór í klessu og þeir tóku yfir ruslaþjónustuna. Þá voru þeir konum með svona grunnstóð og náðu svona yfir á þeim. En við hefum einmitt verið að investa nú man ég ekki hvað það var. Það var hjá umhverfis- og skipulagsráði. Ég bara man ekki nákvæmlega hvað það var. En það er einmitt svona sínt fram á. Já, við erum að investa, þú ert að hugsa eftirlitið með Öruglega. Við erum að gera svo margt. Það er ýmislegt sem við hefum gert á þessu síðasta ári. Þannig að þú veist, þetta er svona bara spýt í lófana og klára alls konar mál núna áður en að allt fer af stað. Já, við viljum auðvitað viljum við vera í næsta meirihluta og halda áfram og gera meira. Við erum búin að ýta ýmsu úr vör og
og nú þurfum að sigla þið heim, hugsa ég, en svo líka bara unglingarnir segja, við viljum líka vera með svona lock-in fyrir næsta meirihluta eða verður ekki við. Þannig að þú veist, það sé þá erfitt að vinda ofan af ákvörðunum sem að, þú veist, við tókum. Akkurat. Og við munum, ef að við myndum ekki næsta meirihluta, að þá munum við að minnstakosti veitunni gríðarlega gott aðhald. Þegar við þekkjum þessi verkefni út og inn. En hvað, kannski svona alveg á lokum, Píratar, þeir eru komnir að kynna frambjóðendur og sjáu þið fyrir ykkur að vinna með Pírötum til dæmis, eða Viðreisn, eða bara ykkurum öðrum flokki sem að býður núna fram, svona varandi, svona eins og þau leggja fram stefnumálin sín, Sjálfstæðisflokknum jafnvel? Sko við erum þetta með ákveðna sín og frambóðið heitir vinstrið. Þannig að það segir sletta margt hvernig við viljum sjáum fyrir okkur að vinna hlutina á leiðinni á þessu næstu 4 árum. Og auðvitað bara ef að fólk sammála því að þá auðvitað bara hljótum við að taka öllum opnum örmum sem eru einhvern veginn tilbúin að vinna út frá þessum leiðarljósum sem við höfum. Ég held líka að það komi bara í ljós þegar við erum búin að setja saman okkar málefnaskrá. Og hvað við ætlum með mitt þó allt sé undir í kosningunum að þá leggjum við þetta einhverja tiltekna áherslu á einhver atriði. Ef að þessi flokkar sem að þú nefnir eru tilbúinir í það, þá útilokar maður það ekki, vegna þess að við höfum líka skyldum að gegna gagnvart borgarbúum að gera það sem við segjumst alltaf að gera. Og þá hugsa maður hvaða leið er hægt að fara því, með hverjum ætla ég að starfa því að gera þetta, og ef að þið segja já, ok, þá getum við hugsalega fundið flöt á því, en ég veit líka að þessi flokkar segja nei, þannig að það kannski líka þó í augum uppi með hverjum við viljum starfa. Líf og Sanna, takk kærlega fyrir að koma hérna og fara svona á handahlaupum yfir vorið til vinstri. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur í framhaldinu og ég bið ykkur að doka við því að það er meira hér handan við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.